Verið velkomin kæri áhengir á kynningu okkar á bók nr. 3 í seríunni Goðheimar sem ber nafnið Veðmál Óðins. Goðheimar er dönsk teiknimyndasería en fyrsta bókin kom út árið 1979 eftir að teiknimyndasögurnar komu fyrst á sjónarsvið í dagblaðinu Politiken árið áður. Sögusvið bókarinnar sjálfsögðu heimur norrænar goðafræði en við gerð verkefnisins studdust höfundar við Snorra-Eddu í grunninn. Því markmið þess myndbands að greina hvað innihald söguþráðsins úr Gylfaginningu og Völuspá og endursegja þess sögur sem hann byggist á vel og vandlega. Ha? Já, ég skil. Ég hef upplýst það að söguþráðin hefur engar rætur í Gylfaginningu né Völuspá. Ha? Veitu, hvað ætlarðu að segja? Já. Ok, já. Því markmið þessa myndbands að greina hvaða persónur og umhverfi á Gylfaginningu og Völuspá unnið með. Hefjum standa. Í byrjun bókarinnar við kynnt Valkyrju, en það kallað þjónustu með Óðins en ekki nunnur herjans. Það dísir Óðins eins og í Völuspá þó viti því að kalla það þjónustu með. Það sem stendur í Gylfaginningu að það þjóna í Valhöll. Að sjálfsögðu stendur þar einnig að það ráða dauða og sigri í hverju orrustu og þar leiðandi velja það í bókinni sáli kappa til að taka með til Valhallar. Valhöll hefur veggi sem gerði úr spjótum og þak sem lagt gylltum skjöldum, en það passaði lýsingu í Valhallar í Gylfaginningu. Aftur á móti sett áherslu á það hversu há Valhöll í Gylfaginningu og þó að hún há í Goðheimum þá hann ekki endilega jafn há og maður hefur haldið. Þar einherja að éta kjöt með fitulega svínsið Særimis, en í bókinni kemur einungis fram að hann töfragöldur. Það ekki sérstaklega sagt að hann sé svoangur dag vegna þess að hann fær allt hold sitt aftur. Matnum skóla einherjarnir niður með miðu og geitinni Heiðrunu, en í þetta skipti tekið fram að hún með nægan mjöð til að gera alla fulla. Það vantar aðeins að segja að hún býti bara af limum trésins lýraðs. Meðal einherja einnig Bragi, goð skálskapar. Á endanum slagsmál í matsalnum en á meðan þeim stendur gengur Óðinn inn ásamt hrafnunum Huginn og Munin og úlfunum Gera og Freka. Seinna í bókinni sýnt hvernig hrafnarnir þar til að segja Óðinn tíðindi sem þeir heyra. Þegar Óðinn gengur inn fær hann hjálm í höfuðið og þau öskureiðir. Kvarta við nýlegun einherjana og enda á því að gera veðmál við Valkyrjurnar og maður getur fundið 3 kappa. Næst fyrir hann heita Mími og fær ráð frá honum, rétt eins og hann gera í Gylfaginningu og fær ráð frá Freyk. En hún ekki mikið í bókinni og spáði ekkert örlög manna. Eftir það hefst löng leit í Miðgarði með ýmis uppákomum. Í leit sinni heiti Óðinn hirðmann Haralds konungs, en hann of heimskur. Hann heiti mann sem heiti Mörður en hann of uppreisna sneggur. Hann heiti Þór þegar Þór að leita af honum, en enda það með því að hann kasta stein í átt Óðinni. Einnig hitti hann góðan stríðskapa sem honum til mikil vonbrigða Kristinn og Ragnar Lóðbrok eftir hann drap risavaxinn orm sem Óðinn hafi gefið konu að nafni Þóra. Hann langaði þó ekki að koma með honum til Valhallar heldur vildi hann giftast henni Þóru. Loks finna hann 3 stríðskapa sem samþykkir það að koma með honum en kallast þeir Ingjaldur, Haukur, Smiður og byggðir á persónum úr Marvel teiknimyndasögum. Þau Fandal, Hógun og Volstagg en þeir kallaðir stríðsmenninni 3. Þeir voru til dæmis í myndinni Thor Ragnarök sem flesti í bekknum búin að sjá þó að það var ekki voða lengi. Hérna sést klippan. Who are you? What have you done with Thor? Whoever you were, whatever you've done, surrender now, or we will show you no mercy. This is your last warning. Þeir dóu. Í Gylfaginningu Óðinn lýst sem mestur, ágætastur og alvitur. Því kom frekar óvart hvernig hann var stríðinn við Þór, öskureiði í Valhöll, hreykinn við stríðsmennina 3 og þrjóskum og snort til Valhallar vegna einhvers veðmáls. Þó að halda mætti að Óðinn myndi ekki hafa sig svona skiljanlegt að hann gerir það.
þar sem það gerir bókina skemmtilegri. Ekki væri gaman ef aðalpersónan væri persónuleikasnauð. Á meðan að Óðinn í leit sinni hefur bræður hans Vilji og Vé slúður hann sé dauður, enda hafa það drifst með hjálp Hauksins, Veðurfölnis og íkornans Radatorsk. Þó skrítið að í bókinni séu þeir ekki aski Yggdrasils eins og í Gylfaginningu, heldur einhverju venjulegu tré. Eftir að Vilji og Vé heyra þetta slúður drífa þeir sig til Valhallar og taka þessi stjórn. Eftir það fer allt í vitleysu. Þeir til dæmis sofa hjá Frigg, reyna að ríða Sleipni, banna Valkyrjanum að fljúga, færa Gjallahorn Heimdallar til Valhallar, taka Mjölni af Þór, taka við starfa Tísum hershöfðingi og bæta jötnum við í herinn. Goðin sem koma mest við sögu undir stjórn óvitana, Vé og Vilja, Þór, Loki, Baldur, Týr, Heimdallur og Höður. Marla minnst á Vé og Vilja í Gylfaginningu og því gaman að sjá þá í sviðsljósinu í þessari bók. Hins vegar athyglisvert að Vilji goði sem gaf mannum gáfur á tilfinninga í Gylfaginningu sé algjör þöngulhaus. Þór sagði sterkasta goði í Gylfaginningu og því teiknað sem vöðvastæltasta persónan í bókinni. Með þeim vöðvum fylgir þá jafnstór skaplindi bæði í Gylfaginningu þar sem hann á fljótur að gripa til hama síns og í Veðmál Óðins þar sem hann oft missir stjórn á skapinu sínu meira að segja þegar hann tala við börn. Loki sennilega sá sem ólíkast sér í bókinni. Í Gylfaginningu hann sagði við að fagar illir í skaplindi, slægir fjölbreytana hóttum og koma ásonum í vandræði. Hins vegar ekki sett áherslu á ferð hans við teikningu, heldur slægð hans. Hann aldrei illir í skaplind í allri bókinni, hann aldrei hrekkja neitt og reyna að hjálpa við það að finna hetjurenda Óðni með því að fara til rætu Asks Yggdrasils að hitta skapanornirnar. Það nornirnar sem sjá örlög manna. Baldur aftur á móti einn af þeim líkustu sér í bókinni. Í Gylfaginningu hann sagði við að bestur, elskað af öllum, vitur, far bæði í tali og útliti og hjálpfús. Þetta kom á höfunda bókarinnar á framfæri, þar sem Baldur jákvæður, geislandi og gleði, alltaf til að veita hjálparenn og látin líta mjög fríður út í teikningum í bókinni. Það eina sem í raun auðrausi þessari bók hann talar, ólíkt Gylfaginningu, þar sem hann sér ekki orð og ég fá varla að kynnast honum. Skiljanlegt hann fyrir með stort hlutverk í bókinni vegna síns mikils orðspor í Gylfaginningu. Ritaði í Gylfaginningu að Týr sé vitur, djarfastur og hann ráði mjög sigri í orðstum. Í þeim fáu atriðum sem Týr í bókinni þessu komið á framfæri. Hann hleypur í orðstu þegar hann verður var við hana og skipar fólki þegar bæði í orðstu og fyrir utan. Heimdallur og Höður þeir síðustu sem koma almennilega við sögu. Í Gylfaginningu Heimdallur sagði mikill, heilagur og þurfa minni svefnin fugl. Í bókinu ofta móti hann lítill, lætur velta yfir sig og sofandi í rúmi sinu í atriðum sem við kynnt fyrir honum. Síst en ekki síst Höður sagði við blindur í Gylfaginningu og hann einnig blindur í bókinni. Bókin endar því að stríðsmenninni 3 hjálpa við það að koma jötnum og Valhöll en uppljóst að þeir í álfunni Þór, Loki og Baldur. Þrátt við það heldur Óðinn því fram að hann vann veðmálið og byrja að skipa fyrir á ný. Erfitt að segja til hvert bækurnar Góðheimar ætlar, að sjálfsögðu þær ætla áhuga með norræna goðafræði eða fólk sem vil kynna sér hana fyrst og fremst. Lykilhugtök sem mikilvæg norræna goðafræði eru til dæmis oft feillitrið og upplýsingar eru settar á gulan bakgrunn efst á flipum. Þó ekki jafn ljós hverjum bækurnar ætlar þegar það kemur aldurshópi. Í bókunum má finna fremur barnalega brandara og litrika liti, en einnig hægt að finna ofbeldi og nekt, því þessar bækur líklega ætlaði manneskjum á úlingsaldri eða eldri. Það var aðeins tímaspursmál hvenær teiknimyndasögur norræna goðafræði kemur á markaðinn. Framandi heimur norræna goðafræði og hreinlega öll goðafræði fullkomin fyrir sjónræna miðil eins og teiknimyndasögur. Enn fremur heimildana sem Góðheimar styðjast við ekki endilega skrifað á skemmtilegan máta þó að innihald þeirra sé gott. Því mun líklegra að einhver sé að fara nennan að lesa teiknimyndasögu sem fer vel eftir heimildum og reyna að blanda gamanleika í málið en að lesa Snorra-Eddu. Þannig skemmtilega söguna og þessari goðafræði gefið aðgengilegri, dreifst sem flestra og þá leiðandi afla þekkingu fólks goðafræðina, sem mikilvægur hluti á menningu Norðurlandana. Síðast en ekki síst sá fólki á bakvið bækurnar eflaust þetta efni sem tækifæri til að greiða pening, því að sjálfsögðu snýst markaðinn fyrst og fremst að gera það.